Hvað geturðu sagt ykkar aðkomu svona að þessum samningi? Þetta frekar óvanalegt fyrir íslenskan atvinnumann eða íþróttamann að fá svona samning þar sem við vitum að nokkrar af stærstu íþróttamönnum heims eru. Já, það var náttúrulega þetta, það eins og ég segi alþekkt að Phil Mickelson með KPMG-merkið og saman með Stacey Lewis og þegar þetta tækifæri kom upp eða þetta stórkostlega móment að Ólafía væri að ná þátttökuréttið á LPGA mótaröðinni þá fannst okkur ekki annað hægt en að athuga hvort það væri hægt að koma henni á samning þar. Og hvernig voru móttökurnar við því? Þær voru bara vægast sagt mjög góðar sko og þessi saga náttúrulega Íslendingur í fyrsta skipti á LPGA mótaröðinni spilum golf hérna 5 mánuði á ári þannig að það var bara spenningur og eins og ég sagði hérna áðan í spjalli að samningsferli tók ótrúlega skamman tíma því að þetta ekki einfalt fyrir fyrirtæki svo KPMG, það þarf að fara í gegnum allskins tjekk á viðkomandi einstakling og svo framvegis en gekk upp á lokum, frábært. Hvað máttu segja okkur þennan samning? Þetta færinni tekjur og bónusa? Þetta sannarlega færinni tekjur og bara held ég kærkominn stuðningur við hana því þetta kostar töluverðan pening að halda sér úti á 20 mótum á mótaröðinni en inn í samningum líka töluvert árangurstengdar greiðslur sem ef að vel gengur sem að við treystum á og trúum að þá mun hún þéna vel á honum. Nú erum búið með fyrsta mótið, hvernig lagðist það svona í ykkur, hvernig henni gekk? Já, það bara eins og með okkur Íslendinga, það fór allt á hliðina hérna, við erum með 270 manna fyrirtæki og það voru allir að refresha allan tíman og ótrúlega bara mikill áhugi eins og við sáum við reyndar alls staðar og þökk sér þér náttúrulega fyrir þinn fréttaflutning þaðan sko. Þannig að þið eru bjartsýn á þetta og eru náttúrulega bara í skýjunum með þetta? Það eins og ég sagði að bara gríðarlega ánægður með þennan samning og ég held að þetta færi Ólafíu líka mikil verðmæti og reynslu að KPMG úti mun svona stýra samningnum og stjórnunum þannig að hún mun fá eins og sagði hér sjálf áðan, hún mun fá að fara fljótlega á fund með Phil Mickelson þannig að það bara eitthvað sem mig dreymir líka sko. Það var ekki aðmælegt að vera á KPMG-degi með honum, það var svolítið skemmtilegt fyrir hana. Nei, við erum oft fengið þessu spurningi gegnum árið, getur ekki reddað Phil hingað upp yfir og við erum ennþá að vinna í því og Ólafía hjálpar okkur í því. Það geti verið smá meiri möguleiki núna. Já, sannarlega, hún á eftir að heilla hann upp úr skónum alveg svo hún heillar okkur, þannig að ég hef engar áhyggjur öðru en að hann endi hér.